Góðan daginn vlog frá mér og 39 vikna bumbu kalli. Ég var svona eiginlega búin að ákveða að setja, og það er ógeðslega bjart. Ég var svona eiginlega búin að ákveða að ég ætla að pása YouTube í smá stund af því að mér er bara búið að finnast vídeo mín svona senstu allavega 2 vídeo ekki skemmtileg og mér finnst þetta að vera orðið smá svona repetitive og ég er ekki að gera neitt í vídeónum sem að, ok, máli manni líður alltaf svona eins og maður þurfa að vera að gera eitthvað mikið í vídeónum til þess að það er skemmtileg en svo veit ég að það eru margir sem finnst gaman þegar maður er bara bókstaflega ekki að gera neitt og maður er bara að sýna hversdagsleikann en ég held að því að hversdagsleiki minn er svo öðruvísi núna. Ég elska haustin að sýna ykkur hversdagsleikann þegar ég er á fullu í ræktinni fullu í, þú veist, skipulagning, skýr og með markmið og göngutúrum, eða þú veist, ég veit ekki, þá ég elska að sýna þannig hversdagsleika, en núna finnst mér ég bara að vera ekki að þreytt og koma heim og gera ekki neitt og ég er ekki bara á æfingar, ég er búin að finnast smá bara svona, það er ekkert svona motivating að horfa á vídeóa mín finnst mér, en kannski er ykkur alveg sama, en allavega, ég og Oliver erum komin í 5 daga frí, sem sagt, miðvikudag, 50 dag, föstudag, laugardag og sunnudag. Við erum alveg með eitthvað planað næstu daga. Við erum að fyrir 3D sónar á morgun og Oliver fyrir klippingu og svo er þarna uppstilningadagur og þá er svona hátíð á nesinu sem við förum alltaf á. Við erum bara að gera alls konar og það er smá hreiðursgerð í gangi þessa dagana. Íbúðin er by the way, nú ætlum ég bara að sýna ykkur alvöru hversdagsleika minn, bara real talk hérna. Svona lítur íbúðin mjög oft út á kvöldin. Leynist hérna einn köttur. Þannig að planið núna er að gera þetta allt ógeðslega fínt. En svona síðustu daga erum við svona hægt og rólega að byrja að gera eitthvað í íbúðinni. Ég setti þessa mynd loksins upp, eða pabbi setti hann upp fyrir mig. Hún er búin að vera hérna á gólfinu síðan í nóvember. Núna er sko pælingin hvort ég að setja svona fjölskyldumyndir í kringum hana og því ég ætlaði fyrst að hafa fjölskyldumyndir á öðrum vegg. En nú er ég svona, kannski, það finnst hann ansveg svo tómur, þú veist, kannski ætti ég bara að fylla þennan vegg alls konar myndum. Talvan á náttúrulega að fara aftur, eða þú veist, við erum bara að henda þessu skrifborði, talvan á að fara aftur inn í aukaherbergi, mér langar í nýjan skenk hérna, ég er alveg komið ógeð af þessu hérna dæmi. Staðan í aukaherberginu er þessi. Við vorum að sækja þessar hillur, þetta er Alex úr IKEA og hérna, það var gæi að selja þess að 2 stykki á 12.000 en eitt svona kostar 16.000 og ég er á biðlist eftir að það koma aftur þannig ég bara stökk á það og lét Brynjar fara að sækja. Planið er þá að hafa, þú veist, sikkur megin og síðan borðplötu yfir sem skrifborð. Þannig já, það er svona hægt og rólega að eitthvað að gerast. Brynjar er alltaf búin að vera í prófum senstu svona 3 vikur og ég er bara einhvern veginn út af yfirleitt notum á svona helgarnar í að, þú veist, græja eitthvað svona stúss og herbyggið og eitthvað en ég er bara búin að vera svo ógeðslega mikið ein með Oliver helgar. Mér langar ógeðslega að fara að klára þetta. Út af líka bara, það steytist í þetta. Ok, ég ætla að töfra aðeins fyrir ykkur. 1, 2 og... 1, 2 og... 1, 2 og... Fann hann á úti? Nei, hann er inni. Já, hann kom með hana inn. Hún flaut. Mamma flaut bara út af götu. Já, má hlaupa út af götu? Nei, Nei. bara mamma. Já. Oliver er að biðja okkur í göngutúr, eða ekki? Það er nei. Þið sagði nei og svo sagði já. Fit check Oliver, custom buff, cropped peysa og cropped peysa undir því, blóm. Þetta flottur? Já. Ég er búin að vera gett að reyna að fyrir göngutúra svona eftir kvöldmat og ég kom inn til hans nána og ég sagði, viltu bara sofa? Hann sagði, nei, göngutúr. Þannig ég sagði bara, ok. Við erum í frí, þannig við erum ekkert að stressa okkur. Nei, samt, hversu næs að byrja 5 daga frí á hreinu rými. Hvernig segir þið góðan daginn? Góðan daginn. Ég er búin að gera mig aðeins til. Ég var að reyna að mála mig svona natural Hailey Bieber eitthvað. Veit ekki hvort það tókst, en við erum alltaf tilbúin í daginn. Ég er búst fyrir mig og Brynjars, hann sé hérna að bíða eftir honum, hann er að koma sér á fætur. En við þurfum að leggja stað til ljósu passasi eftir svona 10 mínútur. Tala aftur. Þú tala aftur. Veitir að festa með flögi belti.
fiskarnir að fljúga í burtu? Já. Má ég tala aftur? Meiklur. Þú er bara bull eitthvað. Þess að erum að fara til Helgu Reynis í Hafnarfjörð. Ég hef ekki farið í Sonur í henni áður. Við höfum alltaf farið í 9 mánuðir í Kynjasonar. Og við fórum ekki 30 Sonur þegar ég var orðið ólíðar af því að við byggum á Akureyri. Æklunalæknir var loksins að hringja og bjóða okkur tíma á föstudaginn í nýja myndatöku. Hann sagði að hann þurfti örugglega ekki að losna við gifsið fyrir myndatökuna, ég vona ekki. Það var alltaf aftur í gifs. En það þarf að ná okkur betri myndum hérna. Eitthvað. En hann allavega sagði að brotið liti allt í lagi út og hann þurfti bara að skoða aðeins betur einhverja myndir. Þannig þessir frídagar eru að fara í mikið stús. Sérnum alveg svona hendinni það segir svona undir alveg bara Lilla módel. Það var nátt. Boing. Má ég sjá myndin, Oliver? Þetta er litli bróðir. Hún er enga hár. Hann er ekki með neitt hár. Hún er bara höfu. En er hann með munn? Já, líka höfu. Hann er með höfuð. Hún er bara kajó. Alveg svo Caillou. Við erum komin í mathöll Smáralindinni og erum eiginlega bara, við erum svöng, en við erum líka bara að drepa tíma áður en að við förum til Tengdó og klippingu. Þegar við vorum fyrir utan hjá Ljósu þá tek ég Ólífur út í bílnum og hann eitthvað, má ég æla? Og hann ælir á gangstétt, eða bara úti. Og svo er hann eitthvað að biðja að fara heim að sofa. Þannig ég er svona, er hann að verða lasinn? En ég held smá hann sé bara svangur. Þannig ég keypti franskar fyrir hann og er að leyfa honum að horfa aðeins. Það væri svo þreytt að hann yrði lasinn á fyrsta degi í fríinu. En ég held að hann sé bara svangur. Brynjar er að sækja matinn okkar, held ég. Hann er nekstar. Við pöntum okkur asíska mat. Við fengum okkur svo að dúfa og máttu velja 3 rétti. Núðlur, rækjur og hrísgrjón. Já, það er að klippa jafnt allt hárið, sko. Þú ert mjög svolítið mikið hárið. Hvað er þetta sem er mörg hárið? Má ég sjá sleikjaman ykkar? Hún er í klippingu. Við ætlum að fara í smá kvöldpott. Ég man ekki hvernig ég fór í kvöldsund seinast. En við erum bæði frekar tæp í líkamannum. Þannig að ég langar í extra hot. Mamma ætlar að passa Ólífur með hann. Hvað er þetta? Hver er frendýr? Hver er með hreindýr? Ég. Þú. Það er 9-10. Og... Góðan daginn! Við erum mætt á forsetabikarinn sem er haldið árlega hér á Nesinu. Erum við komið að sjá leikritið? Já. Já. Næsta stopp á þessari dagskrá er brúðubíllinn. Nei, halló Elsamur. Ég er hann Dúskur. Köttur. En við verðum að finna Lilla því við erum að verða. Nú er fyrsti leikur að byrja. Ég og Atla. Já, takk þú hana. Sís. Sís! Vá, takk fyrir að taka mynda, Ólífur. Það er svona góð mynda, Óli. Ég búið líka að gera. Já, takk þú hana mynd. Vá, takk alltaf. Þú er líka mjög góður. Brynjar er að frjósa. Törnstaf fyrir sólum. Já, vilja koma að sjá geiturnar? Sjóðu. Komið, strákar. Við erum búin með forsetabikarnum í dag og Atlas er í pössun. Hæ? Ég sé það með þig. Atlas er í pössun hjá okkur. Ég þarf með bygglu. Kom með nýtt tango-æði
sem er smjör, sulta og ostur. Osturinn var ónýtur en það er svo gott kombo. Keypti þessa í Prís og ég var ekki viss hvort það myndi vera góð, hún er mjög góð. Við Oliver erum mætt í rosalegan stúsdag í dag. Brynjar fór á morgunvakt en hann ætlar að joina okkur í hádeginu og klára stúsið með okkur af því að fyrst erum við að fara til fyrirtæki sem heitir Matráður og er að aðstoða börnum að borða meira eða finna út úr því af hverju þau borða svona lítið því Oliver, ég veit ekki, ég hef örugglega sagt þetta einhvern tímann, hann á rosa mikið svona matarvandamál, borða rosa lítið, lítið takmarkaða fæðu, erfitt með að smakka nýtt og svona, þannig að við ætlum að fara á fund númer 2 með þeim, Oliver kemur með núna. Svo erum við að fara að sækja einhverja pakka, ég þarf að fara upp á endurskoðandarstofuna mína og skila virðisaukaskatt kvittunum sem er leiðilegasti parturinn af starfinu mínu og ástæðan af hverju IKEA? Já. Ástæðan af hverju ég hugsa mjög oft af hverju er ég í sjálfstætt starfandi bransanum. En svo erum við að fara í nýja myndatöku með hann í hádeginu upp á Landspítala, eða bara, Landspítala. Þetta er ekki IKEA, Oliver. Já, hann er að fara að taka nýja myndir og við erum að fara að tala við bæklunarlækninn og Brynjar ætlar að vera með mér í því. Já, ég svaf, næturnar mínar eru byrjar að taka svo á bakið mitt og ég er bara svona, oh my god, er ég að fara að vera svona næstu 2,5 mánuði af því að ég vakna bara alla mótna núna svona 6-7 leitið að drepast í bakinu, bara öllu bakinu. Og því líka minn bara meikar ekki að sofa á hlið eða bakinu. Ég sef alltaf á maganum, þú veist þegar ég er ekki ólætt, bara, ég veit ekki hvernig ég er búin að ná að sofna og sofa alla nóttina á hlið og bakinu. En þetta er alveg byrjað að taka vel á bakið og ég vakna alla mótna bara í sársauka. Ég er búin að reyna að teygja líka á og gera svona jógaæfingar meðgöngu, en ég er komið með öðru megin svona, hvað heitir þetta? Ég ætla að googla hvað þetta heitir. Það heitir sciatica. Ég kom með það öðru megin, ef ég veit ekki hvernig þetta virkar, en þú veist, ég finn fyrir því öðru megin og ég var að teygja í gær og ég bara gata ekki, ég fekk svo mikinn verk í bara rassinn og niður fótinn og bakið. Og ég fekk þetta líka seinast, en það gat enginn enda sagt mér seinast hvað þetta var. Ég spurði ljósmóður út í lýsti verknum og hún var bara eitthvað, en núna finnst mér svo allir viti hvað þetta er og systir mín held ég var með þetta daginn og bara ef ég googla þetta og kemur þetta strax upp. Þannig að þetta heitir eitthvað sciatica og ég veit ekki hvort þetta er eitthvað, já, það kemur að gæti verið eitthvað svona vöðvi klemdur, eitthvað tengt í hvernig barnið liggur eða bara eitthvað sem gerist. En það er nýjasta nýtt, þetta er bara að taka þessu líkamann. Ef að fara inn, Oliver? Já. Herðu, það er svona 1,5 tími liðinn og fundurinn gekk bara vel. Hún mældi sér svo með að við myndum stoppa hérna, það sést ekki. Hún mældi með að við myndum stoppa hérna í skinörfun.is og kaupa eitthvað svona, þetta er alveg svona nagdóti, eitthvað svona sem á hjálpa honum að æfa sig að tyggja. Þú er búin að tala. Ég er ekki búin að tala. Nei, núna ég tala. Ok, segðu eitthvað. Vetur, þannig að bílarnir keyra ekki á mig. Nei. Að vetur, þá verður daginn eða steinari viku, þú er alltaf að leiða. Alltaf að leiða á veturnar. Það var mjög góð skilaboð frá Oliver hérna. Þetta er bull. Þetta var bull. Þannig að við erum mætt hérna fyrir utan, þetta er hérna það sem Spíran og vínbúðin er í Ólapakka. Það var ég að fara að Ólapakka. Ég keypti mér Joe-samloku og ég fekk Joe-samloku ykk. Það var bara svona olíubragð að henni og ég er ógeðslega svöng, þannig að ég sé svo eftir að hafa ekki keypt mér djús. Það er ljós. Nei, ég sagði það ekki. Ég hattast þú svo svöng. En ég þarf alveg að kaupa mér eitthvað meira. Hvað sagði? Já. Hvað er það naga? Nei, dótið. Dótið þitt? Já. Það er mömmu þínu. Vilt þú fá mömmu síma?
Já. Alltaf. Býðist að fá nýtt gifs. Ég Brynjar farin að sækja mat eftir 3 tíma, hvað læstur út í? 3 tíma spítalastopp. Þessi fékk nýtt gifs. Fjólublátt á litinn. Ég get eðlilega duglegur eins og alltaf. Já, vorum hann í 3 tíma. Við vorum alltaf að hitta lækni, bíða, myndataka bíða, hitta annar lækni, bíða, gifsa bíða. Þannig að þú veist að taka sérst gamla gifsi af honum og setja, þú veist, harðara gifs sem nær líka hærra upp handlegginn og í meiri, meiri boginn. Þannig að ég veit ekki hvort þetta verður aðeins óþægilegra fyrir hann, ég vona ekki. En góðu fréttirnar eru þær að hann þarf ekki að fara í aðgerð og í heildina þarf hann bara að vera í 3 vikur í gifsi og hann búið með eina. Þannig að það eru 2 vikur eftir. Við vorum svo stressuð að hann myndi þurfa að vera í þessu bara allan júní. En það rétt sleppur fyrir sumarbústaðaferðan okkar í júní. Þannig að það voru góðu fréttir. 2 vikur í viðbót. Það er easy peasy. Varstu duglegur hjá lækninum? Núna mæ. Núna mæ, ástu mín. Mæ. Já. Thank you. Ég svo svöng. Ég var að máta hérna kjól sem ég var banta frá Naked sem ég ætla að vera í sem sagt í bumbumyndatöku hjá Natalíu, Studio Olander. Ég er með 2 átilsast í hug fyrir myndatökuna. Þetta er annað þeirra. En ég nenni ekki að hafa þetta vlogg lengra. Takk fyrir að horfa á myndbandið mitt. Vona ykkur hafi fundið þetta skemmtilegt. Og við sjáum það næst.